Benedikt Rúnar Guðmundsson. Benni, þriðji leikurinn í deildinni, deild þeirra bestu, nú það nýliðaslagur á 15. skvöldi, það verður eitthvað? Já, vona því, þetta verður hörkuleikur, bæði lið sem voru að koma upp í deildina og tvö lið sem eru að leita sínu fyrsta sigri, þannig að nú þurfum við að selja okkur dýrt. Menn sagðu, eins og kom fram hjá mér í viðtali við Tryggva áðan, að menn töluðu það að ef að Þór hefði spilað gegn Tindastól líkt og í gera mútið Stjörnunni, þá hefði sigur bara alveg geta dottið okkar megin, þar sem þetta var nú leikur alveg fram á síðustu stundu. Nú bara taka það jákvæða úr þessum báðu leikjum og fara með inn í þennan. Já, við erum búin að fara vel og vandlega yfir Tindastólsleikinn og það var margt gott í þessu, það var líka margt sem við þurfum að laga og erum búin að vera að því, að reyna að laga það og ég hef fulla trú á að við séum að verða betri og betri og förum að taka einhverja góða sigra. Það er margir mikilvægir leikir framöndan og vorum við að fara yfir það í kvöld. Mikið af 4 stiga leikjum sem við þurfum að eiga bara toppleik til þess að fara almennilega í stigasöfnunina. Það var einhvers staðar haft eftir þér eftir leikina móti Tindastól að Þór sé hálfum mánuð eftir Sunnarlefun þar sem að við spilum færri æfingaleiki og vanti svolítið upp á sama æfinguna, þannig að nú fer þetta að slípast betur saman. Já, vona því, við náttúrulega Suðvesturhorninu náttúrulega ekkert mál að taka æfingaleiki og svona og við fórum ekki til Tenerife en svoleiðis í einhver svoleiðis ferð, þannig að ég náttúrulega bara sakna Lengjubikarsins, þá fekk maður alvöru leiki og lið þurfti að koma norður á Akureyri til þess að taka leiki og þetta voru bara alvöru æfingarleikir, þannig að við sýnist bara á flestum liðum, ef ekki öllum bara, að þau séu aðeins eftir á í ár af því að þau hafa ekki fengið þessa svona virkilega góðu æfingarleiki sem að leikinir í Lengjubikarnum skiluðu. Og náttúrulega að fyrir þá að Sunnarliðin ekki síður að fá æfingu að keyra á norður líka, þannig að það hefur verið gaman fyrir að taka svona æfingu að keyra á norður og svo deildina á eftir. Ég er hrættur það og sko á þessum ástíma færðin góð og gott veður á Akureyri og þannig að það er náttúrulega verið upplagt. Svo norðurljós alveg í tíma og ótíma, þannig að mann hefði gett að stoppa á milli þegar að keyra heim og tekið norðurljósamyndir. Já, það er að gera svo margt á leiðinni, ég er nú fann að þekkja þessa leið ágætlega og þetta er bara, skemmtilegt fyrir þessi lið að koma og spila leik og þetta gera svo margt annað. En Benni, allavega það er Skallagrímur á 15. skvöldið, hvernig leik megum við samt búast við? Hvernig eru þeir stemdir í Skallagrímum? Hvernig sýnist þér við þurfum hvað þurfum við að gera til að leggja þá? Við þurfum að eiga algjöran toppleik, okkar besta leik hinga til því að ég er búinn að skoða báða leikina þeirra í upphafi móts og þeir eru bara með fínt lið. Þetta er eiginlega sama lið og við töpum fyrir í Borgarnesi í fyrra. Nema þeir eru búin að bæta við Daríu Fleik og Magnúsi Gunnarsinni, menn sem eru búin að vera lengi í þessu, kunna þetta og koma þarna sem viðbót við flottan hópa heimamönnum, bara mikið af flottum heimamönnum þarna og þeir eru með frábæran Kana sem leiðir deildina í framlagi. Svo eru við með hörku leikstjórnanda í Sigtryggi Arnari sem er svona scoring leikstjórnandi sem maður eru átt erfitt með bara í gegnum tíðina, bæði með Þór Akureyri og Þór Þorláksson. Þannig að við þurfum að halda honum niðri og öllum þessum strákum, svo erum við hörku skittur og búin að fá virkilega öflugan strákum og KR, Eyjólf Halldórsson sem var frábær með U18 á Norrlandamótinu, fylgdist með honum þar og sá hann spila þar. Þannig að hörku breytt, þannig að þeir eru betri heldur en menn gera sig grein fyrir í deildinni. Sýnt við en ekki gefið, svolítið að það er eins gott fyrir strákun okkar að vera með hausinn rétt skróan á og meðvitaður það að þarf að hafa fyrir hlutunum. Algjörlega og mér þurfum bara, það er bara svo mikilvægt að fara að ná í fyrsta sigur, það er ekki nóg að hafa átt ágætist leiki á móti þessum liðum sem teljast kannski langt best í deildinni heldur. Við þurfum að fara að safna stigum og nú þurfum við að
ná í 2 góð stig á heimavelli. Við þurfum að gera heimavellina vígi þar sem að við þurfum að taka svona 9 leiki og 8-9 leiki á heimavelli. Bara 16-18 stig, þannig að bara 50 dagurinn alveg okkur gríðarlega mikilvægur. Og við getum alveg þegið þau stig. Já, ég er viss það ef það verður góð stemning í húsinu og vel mætt að maður fann það bara hérna á móti Stjörnunni hvað þetta gerði fyrir okkur þegar fólk stóð upp og fór að hvetja og lifa sig inn í þetta og svona hvað það skilaði sér inn á völlin. Þá bara spilum við betur. Leikurinn verður í beinni á Stöð 2 Sport, þannig að við þurfum náttúrulega að hvetja bæjarbúa til að slökkva á sjónvarpinu og koma í höllina. Allir aðrir mega að horfa á leikinn í sjónvarpinu. Já, ég meina nú er svona fyrsta beina útsendingin hérna frá Þór Akureyri í körfunni örugglega í langan tíma. Þannig að nú þurfum við að sýna það þegar fólk sér þetta út allt land að hér er fyrsta lagi alvöru körfubolti og hér er líka alvöru stuðningur og gott bæjarfélag á bakvið liðið, þannig að við þurfum að sýna bara öllu landinu það, allan áskrifendum Stöð 2 Sport að hérna er stemningin, þannig að við þurfum og bara verðum að fá fullt af fólki. Það er sko gott miklu betur heldur en bara Þórsara sem koma til með að horfa á leikinn, því að það er bara körfubolta á fólk út allt land. Það leggst yfir það. Já, við verðum í sýningagluggunum þetta kvöldið og ekki bara liðið okkar, heldur umgjörðin og stemningin og allt þetta, þannig að fólk út allt land verður að taka þetta út hérna hjá okkur. Þannig að það er stóra sviðið, undir og yfir og allt kring, þannig að bara, ef við ljúkum þess að bara á og hvetjum Akureyringa bara komið á völlin, stigliðið til sigurs, njótið. Já, allir að mæta, ég treysta það, þetta eru mikilvægustu leikinni fyrir okkur, þó að sé gaman að koma á móti Stjörnunni og KR og þessum toppliðum að þá er þetta mikilvægustu leikinni hjá okkur núna. Þannig, ég segi bara, gangi ykkur vel. Takk fyrir það.